En allavega ætlum að labba niður Arnarbakkann og svo hérna til norðurs inn í stekkina. Þessar byggingar eru allar sem sagt á 4 hæðum og við erum að passa að þær falli vel inn í byggðina sem fyrir er og loki þessi hérna miðrými sem hérna endar hérna í Arnarbakkanum. En á móti þá erum við að skilgreina grænu svæðin betur. Við erum með matjurtagarð og hjólabrettagarð og svo þetta torg sem mun vera sem sagt vonandi draga að líf íbúanna hingað. Fyrst það borgargötur, að það svona í rauninni svona, já, kannski svolítið nýskilgreining sem hefur orðið til bara á síðustu árum í tengslu við hverfisskipulagsvinnu í borginni almennt. Og við erum í rauninni búin að koma til að því að skilgreina hérna Arnarbakkann, sérst frá kjarnanum og hérna áleiðis niður sem borgargötu. Þá nota þessa fegrun þannig hún tengist við þá þessa hérna svona fegrun hverfiskjarnana sem við viljum gjarna fara í. Óskar T. Gunnarsson og kem frá Landmótunum, einn af ráðgjöfum hérna í hverfisskipulaginu fyrir Breiðholtið. Ég ætla aðeins að fara með ykkur í gegnum svona grænar lausnir, ég kem úr græna geiranum. Í hverfisskipulagsvinnunni þá lögð rík áhersla á að viðhalda grænni ásýnd hverfanna. Nú Breiðholtið kannski svolítið sérstætt tillitinu til að skipulagið hérna einkennist mjög mikið af stórum grænum svæðum sem okkur þykir vert að halda við og halda í líka. Það eru stórir garðar, stórir almenningsgarðar eins og hverfisgarðurinn og hérna í neðra Breiðholti lagt til að hverfisvernda til dæmis U-blokkirnar svokölluðu eða bakkablokkirnar og það gert bara út af því að þetta bæði skipulagslega séð svona skemmtilegt svæði, vel skipulagt, þar sem lögð rík áhersla á það að gangandi vegfarendur hafi forgang, bílastæði í jöðrunum. Fyrirbæri sem hefur skotið upp kollunum sem kallast aukaíbúðir, að þær verði sem sagt heimilaðar þó ekki sem sérstakar eignir til að selja frá heldur aukaíbúðir innan sérbýlisins og hérna þá væntanlega með heimildum til að leigja þær út og þess háttar. Að Fellaskóla, eitthvað svoleiðis. Og þegar verður farið í þá skoðun þá þarf að skoða leiðina sem hún þarf að komast. Og þá náttúrulega þessi gatnamót hérna, þessi 2. Og þá náttúrulega þessi gatnamót hérna á milli Efra og neðra Breiðholts. Gæti verið erfið fyrir hérna stóra vagna að komast. Þannig að mögulega þetta einhver vinna sem yrði farið í skoðun á í tengslum við það. Já, ef það sett hverfisvernd, sko, það talað lyftur, það verið að bæta aðgengi, það megi setja lyftu, en það mætti ekki húsfélagið hækka og byggja þak ofan á til þess að fjármagna þá þær breytingar. Þannig að þetta svona, þetta gott, þetta réttlátt, þetta eitthvað atriði sem mér finnst að þurfum við að ræða þegar að vera að tala þetta. Nú hafa Norðurlöndin verið að gera þetta í stórum stíl. Vel koma þeirri skoðun á framfæri að þetta hverfi hérna, það að segja Breiðholt 1 og 3, sem það sem ég mest í, þetta einhver best hönnuðu hverfi á landinu að minni skoðun. Og málið bara einfalt, ég vil nákvæmlega engu breyta. Þetta bara eins og það á að vera og ég vil bara að það liði mig. Svona. Þetta hverfi rosalega barnvænt með tillit til gönguleiða fyrir krakka í skólan.
nema kannski fyrir stekkjarkrakkana. Og ég er búin að fylgja krökkunum mínum í skólan svona nánast daglega í svona 15 ár og það kemur ekki endilega til af góðu. Það hefur bara ítrekað gerst að það er nærri keyrt á krakka sem er að labba frá stekkjarhverfinu og yfir í Breiðholtsskóla. Og með þetta bakkatún, ég er bara mjög fylgjandi öllum breytingum hérna á Arnarbakka. Ég held að þessu hús séu ekki einhver svona framtíða prýði fyrir okkur. En ég sjálf myndi gjarnan vilja sjá túnið hérna megin við Túlípanabreiðina vera nánast bara óhreyft. Ég er smá áhyggjur af þessu fjölnotahúsi, líka verið að það er ekki skilgreint hvað í því er. Annað var það ekki. Þá held ég að við séum bara á leiðarenda.